Í dæmi 3 á lokaprófinu Íslandsfræði 3 haust 2012 þá eru við beðin að nota aðferð óhverfa fasta til að leysa þessa hérna diffurjöfnu. Og alltaf þegar við notum aðferð óhverfa fasta þá byrjum við á að leysa óhlýðri jöfnu. Upsilon tvídifrað plus upsilon er jafnt á 0. Við sjáum að þessi jafna hefur kennimargliðuna x í öðru plus 1 er jafnt á 0. Þannig að ræturnar eru x jafnt á plus eða mínus rótina af mínus 1, sem sagt plus eða mínus i. Lausnin í því tilfelli er upsilon af x er jafnt á e í 0x sinnum einhver fasti sinnum kósinus af x, 1x að því að 1 upsilon plus b sinnum sínus af x. Þetta er grunnlausnin, við skulum kalla þetta upsilon h. Grunnlausn. Ok, svo restin af verkefninu splitt upp í 2 verkefni. Annars vegar upsilon tvídifrað plus upsilon er eftir kósinus af x og hins vegar upsilon tvídifrað plus upsilon er eftir x í öðru plus 1. Og við ætlum að giska á hvernig lausnin lítur út í hvoru tilfelli fyrir sig. Nú, hérna sjáum við eitthvað fall, ódifrað plus fallið tvídifrað á að verða kósinus af x. Já, hvaða fall myndi það vera? Það myndi vera til dæmis eitthvað kósinusfall eða eitthvað sínusfall. Þannig að þetta geti verið gisk okkar. Nú vitum við bara að þetta er afleitt gisk vegna þess að ef ég diffra þetta á tvídifrað og setja inn í jöfnuna mína þá uppfyllir þetta þessa hér jöfnu. Sjáðu, þetta er akkurat grunnlausnin okkar. Og hvað gerum við þegar fyrsta gisk er vond hugmynd? Við pröfum næstu hugmynd sem er alltaf giskið okkar sinnum x. Ok, ég ætla að pröfa að reikna út þessu eftir smá. Ég klárum þetta bara núna. Ok, þannig að ég segi, nú ætla ég að diffra þetta tvídifrað og setja inn í diffurjöfnu mína og sjá til þess að þetta hér sé uppfyllt. Þá segi ég, ok, upsilon p 1 diffrað, það er þá svíin hérna ódiffraður, a cos x plus b sin x, sinnum x hérna diffrað, plus svíin minn diffraður, mínus a sin plus b cos, sinnum x ódiffrað. Ok, svo segir við upsilon p1 tvídiffrað, þá segir ég svíin minn hérna diffraður, mínus a sin plus b cos plus svíin ódiffraður sinnum x diffrað sem er 1 plus svíin ódiffraður sinnum x, svíin hérna ódiffraður sinnum fyrir að ég ruglaðist. Ég ætla að skrifa svíin diffraður. Mínus a cos plus b sin í mínus sinnum x ódiffrað. Síðustu tveiliðinu sem sagt þessi ódiffraður sem þessi diffraður plus þessi ódiffraður, diffraður sem þessi diffraður, ódiffraður. Allavega, margföldunarreglan. Við tökum þetta saman. Sem upsilon p1 tvídiffrað plus upsilon p1 á að vera jafnt og kósinus af x. Okay, hvað fæ ég þegar summa þessar tvo saman? Ég fæ mínus 2 sinnum a sinnum sínus af x plus 2 sinnum b kósinus af x. Það er búin að taka þennan lið og þennan lið og þennan lið og þennan lið. Svo síðustu tvo hana, x sinnum mínus a cos mínus b sin plus upsilon p ódiffrað, það er þá x sinnum a cos x plus b sin x. Ok, og þetta er jaft og jafnan heldur áfram, ok, við getum sett líka þetta á að vera eftir cosinus af x. Þá segir við þar afleiðir hérna, jafngilt. Og við endum með, við skulum sjá að styttist eitthvað út. X sinnum a cosinus x styttist út á mínus x sinnum a cosinus x. X sinnum b sinus x styttist út á myndi x sinnum mínus b sinus af x, en þessu eru farnir. Og þá standa bara eftir þessi hérna tveir liðir. Og þá sjáum við að
það er engin sínusliði vinstra megin, en hægra megin, þannig að a hlýtur að vera 0. Og þá hefur við að þessi hér liði verið eftir þessi hérna, þannig að b á greinilega að vera hálfur. Þannig að í P1 giskinu mínu þá er ég búin að finna að a hérna er 0 og b hérna er hálfur. Þannig að lausnin er bara svona. Anyways, við höldum áfram og skoðum þessa hérna jöfnu. Ok, giskið mitt hér er að, já, við þurfum að hugsa að þetta er eitthvað fall ódifrað pluss fallið tvisvar sem diffrað útkemur annars stigs margliða. Þannig að það liggur beint við að segja að giskið okkar sé, P2, sé einhver annars stigs margliða. Og þá þurfum við bara að finna A, B og C til að þessi jafna gangi upp. Okay. Þá ég noti sömu nöfn hérna A og B, þá er þetta ekki sömu fastar og voru hérna. Það er ekki að aðskilja þetta tvennt. Ok, ég ætla að diffrata tvídifrað og setja inn jöfnu. Ég fæ P2 diffrað, það er þá 2ax pluss b. Og P2 tvídifrað er þá 2a. Ef ég set þetta inn í þessa hérna diffrjöfnu, þá fæ ég 2a pluss ax í öðru pluss bx pluss c ávir eftir x í öðru pluss 1. Þannig að x í öðru liðinu þurfa að vera 1, a er sem sagt 1. Það er engin x-liður hægra megin, þannig að b verður að vera 0. Og 2a pluss c ávir 1. Þannig að 2a pluss c er 1, við vitum að a er 1, þannig að c hlýtur að vera mínus 1. Þannig að P2 er 1, x í öðru, mínus 1. Og nú þurfum við að setja saman báðar þessar lausnir á þessum tveimur jöfnum og ekki gleyma grunnlausninni. Þannig að við leysum x er jafnt á einhver fasti sinnum kósinus af x pluss einhver fasti sinnum sínus af x pluss hálfur sinnum x sinnum sínus af x pluss margliðan okkar sem var x í öðru mínus 1. Og þar með höfum við lausnina á dæmi 3.